Þetta skotsvæði skotfélagsins Markviss á Blönduósi sem rétt fyrir ofan bæinn. Félagið hefur byggt upp myndarlegt æfingasvæði og til stendur að bæta það enn frekar. Markviss fagnar 30 ára afmæli þessa mundir en félagið hefur á að skipa afreksfólki sem vakið hefur athygli fyrir hæfni sína. Guðmann, félagið er 30 ára þannig að það nú orðið ansi bara rótgróið. Já, þetta er algjörlega rótgróið hérna í Húnavatnssýslunni og stendur styrku fótum í dag. Æfingaaðstaðan ykkar hérna, hún er nú aldeilis í góðu umhverfi og skammt frá bænum Blönduósi. Já, þetta er mjög fínt og já, svo ágætt að hafa þetta svona í passlega langt frá og eitt af betri aðstöðum á landinu. Hvernig er starfsemin? Er hún lífleg? Eru margir sem að stunda þessa íþrótt hérna? Það eru kannski ekki margir keppnismenn en félagar, samkvæmt félagatali eru 90 í dag og þetta er eitt af virkustu félagunum innan skotíþróttasambandsins eins og er. En það eru til marga tegundir af skotfimi. Hvað fer hérna fram? Hvers konar skotfimi og hvers konar aðstaða er hérna? Við stundum hér ólympískt skít, koma úr þessum tveimur húsum hérna, dúfurnar sem við skjótum á og svo er það bara okkar að hitta þetta. Það er leirdú og skotfimmin sem að hér er svona aðalsportið. Já, í þessi grein já. Svo erum við að bæta við öðrum velli hjá okkur og aldrei við við tökum það þriðja einn líka. Þannig að það er uppbygging svona í vændum. Já, búin að vera undanfarin ár og erum hvergi hætt. En hérna að hafa hér allt opið, það skiptir töluverðu máli er það ekki að hafa himininn? Jú, það skiptir miklu máli í skotum að hafa góðan bakgrunn, opinn bakgrunn. Þá sér maður skotmarki betur og fyrr og líka bara út af öryggisaðstæðum. Maður sér ef það er einhver óviðkomandi einhvers staðar í nálægð við svæðið, þá sér maður það strax. Þannig að það er engar líkur á að neinn komist hérna aðeins að maður viti af því. Snjólaug, þú ert bara marg verðlaunuð. Já, þetta er búið að ganga vel síðan ég byrjaði í þessu 2013. Það eru komin 4 bikarmeistaratitlar og eitthvað álíka mikið af Íslandsmeistaratillum. Þetta er annað ár í röð núna þar sem ég hef alla titla í haglagreinum í kvennaflokk með mér heim, nema kompaktssporting í árindar, það kom inn nýtt í sumar, þannig að þetta er búið að ganga bara nokkuð vel. En til þess að landa öllum þessum titlum, það þýðir þá væntanlega að þú ert hér ansi mikið? Já, það er töluvert, mætti alveg vera meira, en það er meira sem að fer fram heldur bara að skjóta, það þarf að hafa hugan á réttum stað og vera einbeittur og halda fókus í gegnum allt mótið og í gegnum allt tímabilið. Og vera með markvissa stefnu hvert ég ætla, hvað ég ætla að klára. Hvernig æfurðu þig? Hér náttúrulega erum við frá að skjóta, eins oft og ég get. Ég æfi heima líka, með bara því að lyfta byssunni upp og nota veturinn í það. Og svo er það bara svona almennt að hafa hugan á réttum stað. Þetta er mikil nákvæmnisíþrótt. Já, að vissu leyti. En það má samt ekki ofhugsa hana. Því leiðum maður fer að hugsa mikið um hlutina þá fer maður að gera einhverja vitleysur. Þetta er eins og góður vinur minn á Akureyri segir stundum, bara munda og frussa. En þetta sporti, það virðist nú bara vera þó nokkuð vinsælt á Íslandi. Já, þetta er alltaf að aukast en maður náttúrulega vill alltaf hafa fleiri. Og skemmtilega að fá fleiri inn í sportið og hafa meira gaman af þessu. En konurnar, stelpurnar, eru þær svona fámennar skils mér? Já, frekar. Ég væri alveg til í að sjá fleiri hérna upp á völlum vísvegar landið og koma fleiri bara inn í sportið, hvort sem það er í keppni eða ekki. Það er alltaf skemmtilegra við séum fleiri en þetta smá potast alltaf hjá okkur, það bætist alltaf við aðeins. Þetta er góðu félagskapur vantarlega? Já, mjög góður. Hvernig er veturinn hjá félagi eins og ykkur? Hann er dimmur. Það verður að segjast að það er lítil starfsemi yfir vetrartíman, einfaldlega út af stuttum birtutíma.
Flestir eru náttúrulega í fullri vinnu og fara í vinnu í myrkri og koma heim aftur í myrkri og þá er lítið hægt að skjóta nefnum helgar og þá er yfirleitt bylur. Þannig að æfingar yfir vetrartíman eru í algjöru lágmarki. En svo sem að er með alla titlana, þú gerir nú eitthvað yfir veturinn til þess að halda þér í formi? Já, það er þá svona bara eins og segja, andlega hliðin er bætt og svona svo kallar þurræfingar, þá stendur maður bara heima og lyftir byssunni með dreigi fyrir gardínunnar að sjálfsögja á meðan. En já, það er svona það helsta og svo náttúrulega bara reyna að halda sér í eins líkamlega góðu formi líka og hægt er. En fyrir nýliða, hvernig byrja þeir? Þarf að byrja á því að kaupa sér rándýra byssu og svo framvegis? Nei, í flestum tilfellum þá skaffa skotfélögin eða eru með byssu sem eru til útleigu eða láns. Ég veit eins og hjá okkur þá erum við með byssu sem er notuð á svokölluðum nýliðaæfingum sem við höfum verið með núna undanfarin sumur. Og það er engin þörf á því að fara í eitthvað stór fjárútlát þegar menn er að byrja í þessu. Það er að gera bara að mæta og prófa? Það er að gera. Það er mistök sem margir gera er að kaupa sér rándýran búnað og svo finna þessi ekki í sportinu og sitja þú uppi með dótið. Þannig að ég mæli með því að menn komi bara og prófi og fjárfesti eða þeim líkar íþróttin þá kaupa þér góðan búnað en það er alveg ástæðalaust að stökkva til og henda einhverjum 100 áskollum í þetta í hvernig sko.